Davíð Oddsson segir gott að standa upp úr forsætisráðherrastólnum með þá vissu að sátt sé í ríkisstjórninni. Kennarasambandið segir að það auki líkur á verkfalli, skipuleggi fyrirtæki gæslu fyrir börn, starfsmanna á skólatíma, það sé verkfallsbrot. Stangveiði hér á landi skilar 8 til 9 milljörðum króna í þjóðarbúið beint og óbeint. Veiðarnar skapa 1000 störf. Hrina árása hefur verið í Írak síðustu daga og nokkur hundruð liggja í valnum. Og útlit fyrir góða kornuppskeru. Sunnlenskir bændur kepptust við að skera korn í sólskininu í dag. Gott kvöld. Davíð Oddsson segir eftirsjá víkja fyrir miklu þakklæti fyrir þau 13 ár sem hann hefur gegnt embætti forsætisráðherra. Hann segir gott að geta farið úr stjórnarráðinu með þá tilfinningu að góð sátt sé innan ríkisstjórnarinnar. Halldór Ásgrímsson segir það styrkja ríkisstjórnina að hafa Davíð áfram innanborðs. Bryndís Hólm. Það voru merk tímamóti í stjórnarráðinu í dag þegar Davíð Oddsson stýrði sínum síðasta ríkisstjórnarfundi sem forsætisráðherra en hann lætur af embættinu á morgun og sest þá í stól utanríkisráðherra og Halldór Ásgrímsson sem gegnt hefur embætti utanríkisráðherra í 9 ár tekur við lyklavöldum í stjórnarráðinu. Davíð sagði að fundurinn hefði verið skemmtilegur og andinn góður. Hann sagði vissulega eftirsjá úr forsætisráðuneytinu en hún viki fyrir miklu þakklæti fyrir þau 13 ár sem hann hefði verið forsætisráðherra. Hann sagðist ánægður og sáttur við umskiptin. Það er auðvitað kátt að eftir þennan langa tíma geta lokið störfum af þessu tagi með þá tilfinningu að það sé sterk og góð sátt og samstarfsvilji innan ríkisstjórnar. Oftast er það nú svo þegar forsætisráðherra er að fara þá er allt önnur stjórn að taka við og hann svona fer svona með pokan á öxlinni. Davíð taldi að það yrði einfalt og eðlilegt fyrir sig að starfa undir Halldóri Ásgrímssyni og sagði brýnt að nýr forsætisráðherra sýndi festu, stöðugleika og sanngirni og leyfði ríkisstjórnarflokkunum að takast á þar sem þeir væru ólíkir. Davíð sagði ómögulegt á þessari stundu að nefna einhverja hápunta á forsætisráðherraferli sínum en minntist á að fjölmiðlamálið hefði verið erfitt. Og það má ekki gleyma því að mér hefur verið sýnd mikil þolinmæði. Ég er ekkert endilega auðveldur maður í Lund og ég hafi snarlagast á síðust árum. Þá hafa ríkisstjórnina bæði þessi og svo sem að áður var oft sýnt mér heilmikið umburðarlyndi. Ég hef átt til að rjúka upp og svona, en eins og segi það er miklu sjaldnar. Mér sé að blaðamenn hefur lent í því. Það getur ímyndað hvað er gaman að geta hægt í svona starfi í góðu skapi og ánægður, sko. Það er alveg rosalega fínt. Þannig að þú ert mjög sáttur? Ég er afar sáttur. Ég vildi vera þessu öflugri, heldur en ég er, sko, en það kemur. Halldór Ásgrímsson sagðist líta þessi tímamót mjög björtum augum og ekki kvíða því að hafa sinn fyrrverandi yfirmann sem sinn undirmann, en þeir munu báðir halda áfram að leysa hvorn annan af. Við höfum starfað mjög vel saman í þessi 9 ár, eða rúmu 9 ár og ég er viss að við munum gera það áfram. Ég hefði talið það slæmt ef að Davíð Oddsson hefði farið úr ríkisstjórninni. Ég tel að það styrki hana mjög mikið að hann verði áfram. Og ég hlusta ekkert á þær kenningar að fyrirverandi forsætisráðherra geti ekki tekið að sér annað hlutverk í ríkisstjórn. Og við þessi tímamót var að sjálfsögðu við hæfi að taka fjölskyldumynd af Davíð og starfsfólki hans í forsætisráðuneytinu. Kennarasambandið telur það verkfallsbrot ef fyrirtæki bjóða upp á barnagæslu fyrir starfsmenn meðan á kennaraverkfalli stendur. Íslandsbankamenn lýsa undrun sinni yfir þessari afstöðu. Kristján Már Unnarsson segir frá. Íslandsbanki og Sjóvá Almennar hafa boðið starfsmönnum sínum að senda börn sín í svokallaðan heilsuskóla í félagsheimilið Þróttar í Laugardal komið til verkfalls grunnskólakennara. Viðbrögð talsmanna kennara hafa verið tvenns konar. Í Fréttablaðinu í dag segist að varaformaður félags grunnskólakennara við fyrstu sín ekki telja þetta verkfallsbrot. Önnur afstaða birtist hins vegar í dag frá formanni Kennarasambandsins. Skólar til dæmis, þeir eru lokaðir í verkfalli og svo starfsemi sem að þar fer fram, hann er úthýst. Og við lítum þannig á að öll brot á því séu lögbrot. Við segjum að þeir sem að ætla sér að taka upp samsvarandi starfsemi annar staðar, þeir séu þá að framkvæma mistöðust þess sem við getum sagt ígildi verkfallsbrots og þau fyrirtæki sem að vilja að koma þannig fram, þau séu þá að stilla sér upp sem andstæðingum okkar og við munum þá bara meðhöndla þau eins og hvern annan andstæðing. Við erum satt að segja hissa á viðbrögðum kennara. Við höldum að
Það að við séum að ástunda fjölskylduvæna stefnu fara alveg saman við hagsmuni kennara og við sjáum ekki að þetta sé á nokkurn hátt ógni hagsmunum kennara eða kennarasambandsins. Þannig þið ætla að halda eitthvað striki? Það sem við ætlum að gera að tryggja bara öll sjónarmið gangi greiðlega á milli. Þeir skilji okkar sjónarmið og við þeirra. Við ætlum að hittast á morgun og fara yfir það og í framhaldið því þá endurmetum við málið. Lítið jafnvel svo á að foreldrar tækju sig saman barnapössuna, það var líka verkfallsbrot? Nei, þar kemur þau inn á allt annan hlut. Það hvað stórfyrirtæki gera allt annað heldur en þó að foreldrar tækju sig saman einhverja hluti. Úr Karphúsinu það hins vegar að frétta af kjaradeilunni að þar enn stál í stál. Vendir allt til þess að það verði verkfall næstkomandi mánudag? Eftir því sem tíminn líður á þess að neitt raunhæft gerist að þá aukast líkurnar en maður tapar ekki trúnni fyrir á síðustu stundu. Stangveiði hér á landi skilar alltaf 9 milljörðum króna í þjóðarbúið á ári. Veiðarnar skapa 1000 störf og þær geta skipt sköpum hvort byggð helst á tilteknum svæðum á landinu. Landbúnaðarráðherra vill beita sér fyrir átaki til að efla stangveiði í landinu. Jóhann Hlíðar Harðarsson. Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands sem unnin var að beiðni Landssambands veiðifélaga kemur fram að beinar, óbeinar og afleiddar tekjur af stangaveiði íslenskra og erlendra veiðimanna eru á milli 8 og 9 milljarðar króna á ári. Formaður Landssambands veiðifélaga segir þetta mjög mikilvægar tekjur. Þarna verið að tala að veiðar að þær styðji við 1000 störf í landbúnaði. Í skýrslunni kemur fram að sums staðar eru tekjur af lax- og silungsveiði lífsnauðsynlegar til að byggð geti áfram dafnað. Þetta mjög mikilvægur atvinnuþáttur til dæmis á Vesturlandi þar sem að hreinar tekjur af stangaveiði eru það bil 50% af hreinum tekjum í landbúnaði. Í skýrslunni kemur fram að 60.000 Íslendingar stundi stangveiði í frístundum og að á síðasta ári hafi alltaf 7.000 útlendingar komið hingað til lands til að veiða á stöng. Óðinn telur að auka megi enn frekar tekjur af stangaveiði, sérstaklega séu mikil tækifæri til að fjölga silungsveiðimönnum, jafnt íslenskum sem útlenskum. Það mjög vaxandi að útlendingar eru farnir að nýta sér þennan aðþrengingamöguleika og við sjáum það líka að menn eru farnir að koma gaggjart til landsins til þess að koma í silung og það eru mjög gleðileg tíðindi. Þegar skýrslan var kynnt var vakin athygli á því að landbúnaðarráðherra hafi áður beitt sér fyrir átaki í þágu hestsins og kindarinnar. Nú lýst eftir átaki í þágu lax og silungs. Mér finnst það mjög áhugavert og vil beita mér fyrir því í auðvitað samstarfi við hagsmunaaðilana því að þetta nú kannski einn sterkasta atvinnugreinin í íslenskum sveitum. Lík lágu á víð og dreif eftir að öflug bílsprengja sprakk á útimarkaði í Bagdad í dag. Hreina árása hefur kostað nokkur 100 manns lífið undanfarna daga og svo virðist sem enginn fái við neitt ráðið. Við vörum eindregið við myndunum í þessari frétt. Ingólfur Bjarni Sigfússon. Svona var ástandið á einum af útimörkuðum Bagdadborgar í morgun. Skammt frá aðalstöðvum lögreglunar í Bagdad og nærri markaðinum sprakk mjög öflug bílsprengja. Fjöldi fólks var á markaðinum, auk þess sem löng röð umsækjenda störf var við lögreglustöðina þegar sprengjan sprakk. 47 fórust, 114 særðust. Þetta mannskæðasta árás í Írak í hálft ár. Lík og líkamshlutar lágu í kringum 3 metra djúpan gíg sem myndaðist við sprenginguna. Hermt að starfsfólk á sjúkrahúsum hafi þurft vatnslöngur til að spúla blóð af veggjum og göngum sjúkrahúsina í grenndinni. Síðdegis sendu samtök Abu Musabs al-Zarqawis, leiðtoga Al-Qaida í Írak, frá sér yfirlýsingu þar sem gengist var við hryðjuverkinu. Þar sagði að sjálfsmorðsárás hefði verið að ræða. Hópurinn lýsti einnig drápinu á 12 lögreglumönnum í borginni Bakuba á hendur sér, en þeir féllu þegar byssumenn gerðu skotárás á smárútu sem mennirnir voru í morgun. Bandaríkjamenn hafa lagt $25 milljónir til höfuðs Zarqawi sem sagður einn helsti leiðtogi skæruliða í landinu. Árásirnar í dag fylgja í kjölfar blóðugs sunnudags, en þá féllu 110 í árásum víðsvegar í Írak. Jón Sveinsson verður næsti formaður einkavæðingarnefndar. Stærsta verkefni hans verður að selja Símann. Þingmenn Framsóknarflokksins hafa sett það skilyrði fyrir sölunni að lokið verði við uppbyggingu á dreifikerfi fyrirtækisins. Dreifikerfi hins vegar loðið hugtak og ekki á hreinu við hvað átt. Jóhann Hlíðar reynir að bregða ljósi á flókið dreifikerfi Símans. Áður en við hættum okkur út í þann frumskóg sem dreifikerfi Símans skulum við skoða breytingar sem verða á formennsku einkavæðingarnefndar jafnhliða forsætisráðherraskiptunum.
Já, ég gerir ráð fyrir því að Jón Sveinsson taki við því hlutverki. Hann búinn að starfa í nefndinni mjög lengi. Jón Sveinsson vildi ekki veita fréttastofu viðtal í dag, sagðist bíða formlegrar tilkynningar starfan, en það ljóst hvaða verkefni bíður hans. Þá eftir að ljúka þessu fyrst og fremst með Símann og það stærsta verkefni sem eftir Halldór segir af og frá að sala Símans hafi verið sett á ís. Öðru nær, það þurfi að flýta því verkefni og hann segist ætla að setja eins mikinn kraft í það á næstunni og mögulegt Þingmenn Framsóknar hafa lýst því yfir síðustu daga að ljúka verði uppbyggingu dreifikerfis Símans áður en hann verði seldur. Þetta afar óljóst orðalag svo ekki sé meira sagt, því dreifikerfi Símans flókið og margslungið fyrirbrigði. Því má skipta í að minnsta kosti 6 hluta. Fyrst að nefna almenna símkerfið sem liggur allt land. Þá það GSM-kerfið sem nær til 98% af landsins og NMT-farsímakerfið sem nær til 99% af landsins. Þetta eru símkerfin. Þá komum við að örbylgjunni og ljósleiðaranum. Ljósleiðaranetið nær nú til 35.000 heimila, aðalega á höfuðborgarsvæðinu og á Húsavík, en alls eru tæplega 100.000 heimili í landinu. Þá komið að ISDN-kerfinu sem eru 128 kilobæta tengingar. Síminn hefur þá skyldu að koma ISDN-kerfinu á öll heimili landsins, en vantar 65 heimili til að það sé uppfyllt og kostnaður við það áætlaður að hámarki 130 milljónir króna. Það ætti því að vera auðvelt að uppfylla það skilyrði ef það það sem Framsóknarmenn eiga við með uppbyggingu dreifikerfisins. Eigi þeir hins vegar við að ljúka þurfi uppbyggingu ADSL-kerfisins þyngist róðurinn. Það kerfi nær til 92% þjóðarinnar og tengt við rúmlega 40 símstöðvar. Stjórnarformaður Símans segir að tengja þurfi 140 símstöðvar til að tengja þau 8% sem upp á vantar og hefur forstjóri Símans sagt að það kosti svipað og kostnaðurinn við 92% sem þegar eru tengd. Ljóst að sá kostnaður mundi hlaupa á milljörðum króna. Af þessu má ljóslega sjá að Framsóknarmenn verða að tala skýrar þegar þeir segja að ljúka þurfi uppbyggingu dreifikerfisins áður en Síminn verði seldur. Hvaða dreifikerfis? Ívan Grimmi stefnir nú í áttina að New Orleans eftir að það var valdið ótta og uppnámi bæði á Kúbu og í Mexíkó. Nú að skýrast hversu miklum skemmdum hann olli á eyjum í Karíbahafi. Ingólfur Bjarni Sigfússon segir frá. Ívan sneiddi snyrtilega hjá Kúbu í nótt, íbúum og yfirvöldum til mikils léttis. Bylurinn gríðarlega kraftmikill og því hefði hann geta valdið miklum usla. Mikið rok og rigning gerði Kúbverjum þrátt fyrir þetta lífið leitt og geysi háar öldur gengur langt inn á land. Þessi spænski ferðamaður lét óveðrið þó ekki á sig fá. Somos de España, de un barrio de Congosto y hemos venido aquí a Cuba a disfrutar del verano. Muy bien. Hemos tenido mala suerte de pillar un ciclón, pero con buen ron y con buenos puros se pasa todo. Vindhraðinn í fellibylnum var 250 km á klukkustund í gær, eða 70 metrar á sekundu. Það þýðir að þá var hann kröftugur fellibylur í 5. flokki á hinum svokallaða Saffir-Simpson mælikvarða. Í Mexíkó urðu menn einnig varir við Ívan, þó að áhrifin þar yrðu mun minni en í fyrstu var óttast. Þúsundir flýðu þó undan veðurofsanum, enda hefur Ívan valdið miklum skemmdum og mannfalli á ferð sinni Karíbahafið. Þessar myndir frá Cayman-eyjum sýna glögglega þann mikla kraft sem þar reið yfir. Þó að nokkuð hafi dregið úr krafti Ívans hann ennþá slík ógnað yfirvöld í Bandaríkjunum frá Flórida til Louisiana hafa skipað hátt í 1 milljón manna að yfirgefa heimili sín og búa sig undir ofsaveður. Nú verður sem hættan sé mest á svæðinu í kringum New Orleans og biðja yfirvöld þar þess að dregið hafi úr krafti Ívans áður en hann heldur á land. Skipulagsstofnun segir að með rafskautaverksmiðju í Hvalfirði verði heimildir Íslands til að losa gróðurhúsalofttegundir samkvæmt Kyoto-bókuninni nærri full nýttar. Valgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra segir þetta þó ekki koma í veg fyrir álver á Norðurlandi þar sem sú mengun færist á annan reikning. Kristján Már Unnarsson. Skipulagsstofnun hefur nýlega fallist á smíði rafskautaverksmiðju á Katanesi í Hvalfirði. Í úrskurði hennar kemur fram að heildarlosun koltvísýrings frá verksmiðjunni verðum 125.000 tonna á ári. Með þessari viðbót og miðað við útstreymisspá íslenskra stjórnvalda fyrir viðmiðunartímabil Kyoto-bókunarinnar muni losunarheimildum Íslands á tímabilinu vera nærri náð, segir Skipulagsstofnun og telur að áður en leyfi verði veitt fyrir rekstrinum þurfa að liggja fyrir hvort og hvaða mótvægisaðgerðir stjórnvöld telji nauðsynlegar til að vega upp á móti útstreymi gróðurhúsalofttegunda frá rafskautaverksmiðjunni.
En nú vaknar svo spurning hvort rafskautaverksmiðja hér í Hvalfirði mengi það mikið að það verði ekkert svigrúm eftir til frekari stóriðju uppbyggingar í landinu. Það verði engin mengunarkvóti eftir til dæmis fyrir álver á Norðurlandi. Nei, þetta truflar ekki áformum aðra stóriðju, segir iðnaðarráðherra. Útblástur rafskautaverksmiðju skráist sem viðbót á almennan mengunarkvóta Íslands en ekki á stóriðjukvótan. Það fyrir á annan reikning og það finnst mér vera mjög mikilvægt að það við eigum þó nokkuð á hinu reikningnum sem er stóri viðbótarkvótinn. Valgerður segir að þið sér íslenska ákvæði í Kyoto-bókuninni þýði að það teljist jákvætt að framleiða ál á Íslandi með hreinni orku. En nú rafskautaverksmiðja tengt áliðnaði og myndi maður ætla að það sé stóriðja. Hvers vegna fer hún ekki á þennan reikning? Já, það nú bara svona. Þetta er annars konar starfsemi heldur en stóriðja. Og í raun lítið mengandi miðað við það að umhverfismat liggur fyrir og með litlum skilyrðum. Þetta nú bara svona sem að kaupin gerist á eyrinni. Ef þessi áformum rafskautaverksmiðju ganga eftir ætlunin að hefja framkvæmdir hér á Katanesi eftir aðeins hálft ár, þar að segja snemma á næsta ári. Mér finnst alltaf áhugavert að fjölga störfum á Íslandi. Þetta yrðu 140 störf og það skiptir máli. Þannig að því leyti til þetta ánægilegt ef af þessu yrði. Tæknirisinn Sony hefur keypt bandarísku kvikmyndaverin MGM og United Artists. Bæði verin eiga sér langa og merka sögu, enda hafa fjölmargir listamenn unnið fyrir þau. Meðal þekktra kvikmynda og safni þeirra má nefna Singing in the Rain og James Bond myndirnar. Sony á fyrir Columbia og TriStar kvikmyndaverin. Sunnlenskir bændur hafa nýtt uppstyttuna síðustu daga til að skera korn eftir rigningatíð. Sumarið hefur þó reynst kornræktendum hagstætt og kornið orðið vel þroskað. Kristján Már Unnarsson. Svona leiti byggið út í Flóanum í dag. Það hafði reyndar náð nægilegum þroska í síðasta mánuði til að unnt væri að hefja kornskurð. Það var þó fyrst í dag sem þreskífilinn hófast lág á akrunum við Súluholt. En bændur eru ánægðir með kornið eftir sumarið. Það lítur bara ágætlega út. Það vel þroskað og svona efnilegt að sjá það. Það sé alveg með fullri fyllingu og allt eðlilegt við það. Vætu tíð að undanförnu hefur tafið kornskurð á Suðurlandi en í gær og í dag hefur verið þurrt og því hver stund nýtt áður en fer að rigna á ný sem spáð á morgun. Hátt í 30 bændur hafa félag þessa einu vél en hún það afkastamikil að þeir telja hana duga. Það hlutafélag sem var stofnað að kaupa þreskivél á sínum tíma og svo hefur bæst inn í það núna Vals í viðbót til þess að merja kornið og bæta própíonsýru í það til þess að auka geymsluþol og einfalda geymslumátan á því. Kornræktin fyrir löngu komin af tilraunastigi hér á Suðurlandi. Hún orðin fastur liður í búskap hjá fjölda kúabænda. Byggið nota þeir einkum í kúafóður. Þannig sparar kornræktin kúabændum kaup á fóðurbæti og getur svo sparnaðurinn með verulegum fjárhæðum, jafnvel 1 milljón króna hjá stórum kúabúum. Kornræktin kallar á útsjónarsemi. Og það náttúrulega að lesa jörðina og umhverfið. Það hentar ekki allt. Sama áburður á sama stað og afbrigði. Þetta spilar allt inn í. Eru sunnlenskir bændur búin að læra inn á kornræktina? Já, þeir eru alltaf eitthvað að læra í viðbót og ég held að þeir sem í þessu, þeir sé nú búin að ná nokkuð góðum tökum á þessu. Þið verið ekki konum með hveitiakra hérna innan tíðar? Hefða lína kannski. Hefða lína meira. Ákvörðun Davíðs Oddssonar að selja Björgólfi Guðmundssyni og samstarfsmönnum hans ráðandi hluti í Landsbankanum eins og örlagaríkasta sem hann hefur tekið á stjórnmálaferli sínum. Þetta meðal þess sem fram kemur í ritverkinu Forsætisráðherrar Íslands. Davíð tók við fyrsta eintakinu í Þjóðmenningarhúsinu í dag. Bryndís Hólm. Ritverkið Forsætisráðherrar Íslands, Ráðherrar Íslands og Forsætisráðherrar í 100 ár gefið út í tilefni af 100 ára afmæli stjórnarráðsins en frá því stjórnarráðið var stofnað 1. febrúar 1904 hafa 24 menn gegnt embætti forsætisráðherra og áður ráðherra Íslands. 24 höfundar voru fengnir til þess að fjalla hvern ráðherranna í stuttum og aðgengilegum köflum. Höfundar leituðust við að fjalla bakgrunn viðkomandi einstaklinga, persónueinkenni og hugsjónir og ekki síst sérstöðu þeirra sem stjórnmálamanna. Kaflarnir eru misjafnlega langir en í ritinu reynt að varpa ljósi á það hvaða áhrif mennirnir 24 hafa haft á þróun landsins.
Meðal annars greint frá helstu baráttumálum ráðherranna og frá átökum og helstu sviptingum í ráðherratíð þeirra. Júlíus Hafstein, formaður ritnefndar verksins, afhendi Davíð Oddssyni forsætisráðherra fyrsta eintakið í Þjóðmenningarhúsinu í dag, en ritstjóri verksins segir mikla ánægju með útkomuna. Þetta mjög aðgengileg, skemmtileg bók, aflestrar og ég held að fólki muni finnast þetta mjög áhugavert að kynna sér sögu þessara 24 einstaklinga sem hafa gegnt embætti forsætisráðherra eða ráðherra Íslands í þessi 100 ár og það nú þannig að suma þeirra vitum við mörg hver ekki kannski margt en þarna þetta allt saman mjög aðgengilegt og skemmtilegt. Í tilefni af útkomu bókarinnar afhendi Davíð Oddsson, forstöðumanni Listasafns Íslands, málverk eftir Þórarin B. Þorláksson til varðveislu af Friðriki VIII Danakonungi og Hannesi Hafstein ráðherra, en á málverkinu ríða þeir saman upp kambana. Umboðsmaður Alþingis telur að afgreiðsla launanefndar rithöfunda í fyrra hafi ekki verið fullnægjandi. Höfundur sem ekki fékk úthlutun kvartaði til umboðsmanns. Hann taldi synjunina ekki byggjast á málefnalegum sjónarmiðum enda fylgdu henni engin rök og fengust heldur ekki þegar eftir þeim var leitað. Umboðsmaður telur sig hvorki hafa fengið nægilega rökstuðning fyrir úthlutun nefndarinnar né þeirri synjun sem höfundurinn fékk. Þótt nefndinni sé samkvæmt lögum ætla nokkurt svigrúm, verði að gera þá kröfu að undirbúningur sé með þeim hætti að hægt sé að sannreyna að ákvarðanir séu málefnalegar. Þjóðarbókhlöðunni verður lokað klukkan 7 á kvöldin í vetur og 200 námsmenn sem þar hafa lesið á kvöldin verða að leita annað. Formaður Stúdentaráðs Háskóla Íslands segir skertan afgreiðslutíma koma illa niður á stúdentum sem fá ekki eðlilegan aðgang að nauðsynlegri lesaðstöðu og lesefni. Bryndís Hólm segir frá þessu. Háskólaráð Háskóla Íslands hefur ákveðið að hafa háskólabókasafni í Þjóðarbókhlöðunni aðeins opið til klukkan 7 á kvöldin en hingað til hefur það verið opið til klukkan 10. Að sögn formanns Stúdentaráðs Háskóla Íslands kostar 15 milljónir króna að hafa bókasafnið opið á kvöldin en ekki fékkst fé til þess að bjóða upp á þá þjónustu líkt og áður. 400 pláss eða lesborð eru á safninu og kvöldin nýta sér 200 námsmenn aðstöðuna. Það er verið að úthýsa stúdentum hérna eftir klukkan 7 á kvöldin. Safnið er með mjög góðan kost sem er ómissandi fyrir mjög stóran hóp stúdenta. Heimspekideildar stúdentar sem eru að læra tungumál til dæmis, þau þurfa að ganga hérna að handbókum og orðabókum, svo dæmis er tekið. Þannig að þetta er mjög alvarleg staða að það sé verið að loka bestu lesaðstöðinni klukkan 7 á kvöldin. Stúdentaráð hefur skipulagt mótmæli fyrir fram að Þjóðarbókhlöðuna næstkomandi 50. klukkan 7. Formaður Stúdentaráð segir það neyðarúrræði. Bent hafi verið á ýmsa möguleika til þess að leysa málið á farsælan hátt en ekki sé vilji til þess að taka á málinu. Við höfum bent á það að náttúrufræðahúsið sem er nú fullbyggt, háskólinn hyggst setja utan á það skrautgrindur sem kosta 18 milljónir. Við höfum bent á það að það væri kannski nær að setja þessar milljónir í hluti sem myndi gagnast kjarnastarfsemi háskólans og nýta stúdentum háskólans. Gestum í dýragarði í Sydney í Ástralíu brá í brún þegar þessi ungi maður klifraði yfir girðinguna sem umlykur leiksvæði ljónanna í garðinum. Þegar hann var kominn yfir girðinguna dró hann upp gamla biblíu og gerði sig líklegan til að klappa ljónunum. Þeim virtist þó jafn brugðið og gestunum sem kann að hafa orðið manninum til lífs. Eftir nokkra stund náðist maðurinn úr ljónabúrinu og var fluttur á geðsjúkrahús. Þá skulum við fara aðeins til Jóhannu og Þórhalls, heyra af Íslandi í dag. Já, við ætlum að ræða hörð viðbrögð kennara við hugmyndum til dæmis Íslandsbanka og jafnvel fleiri fyrirtækja að starfrækja skóla á meðan yfirvofandi verkfall stendur yfir og verkfall sem að öllum líkindum hefst á mánudaginn. Já, við ætlum að fá til okkar hér formann Kennarasambands Íslands, Eirík Jónsson og yfirlögfræðing Samtaka atvinnulífsins, Hrafnhildi Stefánsdóttur og síðan er það umdeild bók sem kom út í dag. Já, við fáum ritstjórann til að ræða við okkur hér á eftir. Við ætlum að rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Davíð Oddsson segir gott að standa upp úr forsætisráðherrastólnum með þá vissu að sátt sé í ríkisstjórninni. Kennarasambandi segir að það auki líkur á verkfalli, skipuleggi fyrirtæki gæslu fyrir börn starfsmanna á skólatíma. Það sé verkfallsbrot. Stangveiði hér á landi skilar 8 til 9 milljörðum króna í þjóðarbúið beint og óbeint. Veiðarnar skapa 1000 störf. Hrina árása hefur verið í Írak síðustu daga og nokkur hundruð liggja í valnum.
Útlit fyrir góða kornuppskeru. Sunnlenskir bændur kepptust við að skera korn í sólskininu í dag. Nýtt fréttayfirlit hér sem klukkan 7:30 en það er komið að Íslandi í dag.